Veistu okkur engin stúrin frá túrin? Það Lavazza. Lavazza. Ég var að heyra að þetta byrja að trenda núna bara Út í bæ? Já, bara í Evrópu. Félagi minn var nú með konunni sinni og fjölskyldu og á Ítalíu. Já. Og hann drakk bara Lavazza þar. Já, ég meina það líka bara hann sagði þetta við borðið. Já. Vitið okkur engin stúrin frá túrin? Nei, sagði fólk. Nú þau drekka öll Lavazza. Og það grenjuði allir úr hlátri. Já, það svo segir sagan, sko. Lavazza, þau eru búin að vera með okkur hérna. Já, nánast frá upphafi. Já. Frá öðru þætti. Við kunnum þið bestu þakki fyrir það. Föstaskaffi. Já. Föstaskaffi væri ekkert án Lavazza. Nei, drekkist best við kjöraðstæður sem eru annarkvort heima í stofu. Já. Eða í bílnum núna. Út í bíl núna. Þú ert að bíða eftir að þríeggið. Hvað svona góðu liður klukkan 8 á þeim? Það góð spurning. Ég var náttúrulega í þessu síðasta föstudag. Þríeggið þá brennslan. Já. Rikki, Kristín og Egill. Já. Þau eru að fara yfir fréttir eða eitthvað svona á þessum tíma. Já. En nóg það. Verið velkomin í föstudagsskaffið. Enn og aftur erum við hérna með ykkur. Já. Það svo sem á næg að taka núna. Það búið að vera svona nokkuð viðburðarík vika í fréttum. Já, ég skil okkur kalla þetta gúrkutíð. Mér finnst ekkert verið í gangi, sko. Já, það náttúrulega fer eftir því hvort þú horfir á það með augum neytandans, sem ég. Já. Eða augum fjármagnseigandans. Mér fannst þetta bara að vera svo dautt að ég ætla að vera með dauðaþema í dag. Já, Í boði Nonna Dead. Þú verður bara með þögn. Nei, en eins og allir vita, þá Cinco del Mayo í október-nóvember á hverju ári. En ég vildi taka þetta aðeins fyrr. Já. Og bara hann ég rúlið við mitt, ég ætla að vera með milljónamæring vikunar. Já. Dagsins. Hann dónefli í vikunni. Já, blessu sé hans minning. Og það annar ríkasti maður Ítalíu var. Og taka hann fyrir fjallað hann. Ég ætla líka að taka 10 stærstu arfhafa sögunar. Já. Út af því að hann heitir Del Vecchio, Leonardo Del Vecchio, sem var að deyja, blessaður. Hann átti 6 börn sem eru öll að verða milljarðamæringar því að þau eru að erfa hans pingju. Já. Og ég fer aðeins yfir það og svo tek ég fyrir nokkra aðra góða arfhafa sem að hafa erft sinn auð. Skemmtilegt. Já. Þú ert með hvað? Þú ert með meira léttmeti eða? Já, maður er náttúrulega alltaf að töða, sko. Já. Þú ert svona meira... Ég er að segja fréttir. Þú ert að svona fræða fólk. Ég að töða dálítið. Ég rosalega töðari, sko. Og það svona tvennt kannski sem að, svona bara helst á góma í vikunni. Það var náttúrulega verðbólgan. Hún orðin, Hún bólnar. Ásgeirsbólgan, hún bólnar. Ásgeirsbólgan, hún náttúrulega orðin hærri núna heldur en, bara, hún hefur ekki verið meiri síðan í, desember 2009. Já. Þegar 12 mánaða hækkunin var 9,7%. Og það bara þetta, þú veist, ég vildi bara minna fólk á. Við erum stödd í Ásgeirsbólgunni. Já. Og ekkert lát þar á. Nei. Og hvað var þetta? 8,8% hækkaði 1,4 milli mánaða. Sem náttúrulega, þú veist, það bara ólangt gengið. Og það eitthvað sem segir mér að toppnum sé ekki náð hérna. Það náttúrulega, það reyndar kom í vikunni fram að fasteignasalarnir tala það að séu svona færri að mæta á opin hús og og ég skil það nú óskup vel vegna þess að, þú veist... ekki fólk bara í fríi eða? Já, svo það kannski. En það náttúrulega óðsmannsæði að fara inn á markaði núna á þessu verði og á þessu vöxtum og í þessari verðbólgu, skil. Það náttúrulega bilun. Hver maður út í bæ hérna að leika sér að horfa á EM kvenna. Það að síða, þú veist, það engar skýningar þarna að gera í örabankanum, sko. Nei, en svo þetta einmitt spurning, þú veist, það verður ekki tilbúið húsnæði hérna á alvöru fyrir næstu 2 ár, sko. Þannig að, þú veist, þetta verð mun bara hækka og hækka að mínum mati. Það mun eitthvað hægjast á hækkuninni, en það mun halda áfram að hækka. Og, þú veist, það mun bara þrýsta verðbólgunni ennþá meir upp. Þannig að ég held að við séum ekki, þú veist, þetta alveg 10+%. Já, það mín spá og ég ekki ráðgjafi, ég vil taka það fram. 10% upp hérna af? Nei, 10% verðbólga. Verðbólga það sem mælir hækkun milli 12 mánaða, sko, á vísitölu neysluverðs. Ég held að við erum að tala fasteigninnar. Nei. En þannig að, það ekkert sérstaklega bjart að litast á þeim grundvelli. Ég ætla nú svona að reyna að vera ekkert að töðum það. Þetta bara it is what it is, eins og einhver sagði.
Já, þessu getum við ekki breytt. Þessu getum við ekki breytt. Nei. En svo það náttúrulega eiginlega svona annað sem að svona eiginlega að mínum mati fagnaðarefni og svona eiginlega mesta stórfrétt vikunar og það að fyrsti stórmarkaður á Íslandi var að hefja sölu á áfengi gegnum netverslun. Já, þetta spennandi. Og það heimkaup. Já. Og sko, ég fagna þessu og ég veit að þetta eru skiptar skoðanir á þessu málefni. Það kannski eitt. Þetta hús heimkaupa innan skel. Já, einmitt. House of heimkaup, einmitt, alveg rétt. Eins og við höfum komið inn á hérna. Akkurat, sorry. Nei, ekkert mál, en nú sá ég, þú veist þess að ég segi, það eru skiptar skoðanir á þessu. Og nú sá ég einn allra harðasta, hvað segir maður, andmælanda í viðtali í gær. Já. Þetta Árni Guðmundsson, formaður foreldrasamtaka gegn áfengisauglýsingum. Þú veist, bara að þessi samtök séu til, bara með verður óglatt, sko. Þetta foreldrasamtök gegn áfengisauglýsingum, ok, þú veist, flott. En hann kemur þarna fram í þessu viðtali og bara, þú veist, fúll á móti, bara allt viðtalið. Bara eins og ég, að tuða hérna. Og ég ætla að tuða á móti og þessi maður náttúrulega hefði náttúrulega bara gott að því að setjast niður og fá sér eitt kaldan. Var ekki gaman að fá ykkur tvo í head to head? Jú, það var þetta skemmtilegt. Ég sé nefnilega að síðast activity á þeim var 20. desember. Þá voru þau með eventin áfengisauglýsingar eru boðflennur í tilveru barna og ungmenna. Spáði þessu, þetta bara eins og einhver svona sértrúarsöfnuður. 2018. Þetta yfir höfu virt var bara event þetta. Já. Jesús Kristur. Kortur í jól. Hann minnir mig, þú veist, þessi maður minnir mig bara á Vestapolítikus í Sögu Íslands. Hann Steingrímur J. Sigfússon. Hann var náttúrulega bókstaflega á móti öllu sem við köllum sjálfsagðan hlut í dag. Talaði til dæmis gegn bjórbanninu. Nei, með bjórbanninu, skilur við, að þú veist, þegar átt að fara að aflétta, alveg rétt, þá var hann bara, hélt að við urðum öll alkohólistar og eitthvað, því líku trúður, sko. Svo talaði hann náttúrulega líka gegn stækkun flugvallarins á sínum tíma, sagði að, Kiev, airport. Já, eða þú veist, bara leifstöðvar, eða flugvöllin. Og hann sagði, í einhverju ræðu að flugstöðin væri svo hlægilega stóra að liti verða á Íslendinga sem kotunga fyrir bragðið. Já. Og hvað kotungi ég veit ekki, en það eitthvað svona hæðisorð, sko. Hann var sannspár í COVID. Með hvað þá? Með hann á flugvöll, eða ekki? Nei, já, þú veist, svo það, þú veist, þarna átt að stækka hana í 12.000 fermetra, sem hefði sennilega dugað fyrir COVID-inu. 12.000 fermetra. En hvað hún í dag? 73.000. Sjæs. Já. Þannig að, þú veist, og það var fleira, þú veist, hann talaði gegn bókstaflega öllu sem við köllum bara sjálfsagt í dag, sko. Fagnaði hann sé farin að þingi. Takk. Já. En, ok, aðeins að heimkaupum. Þetta rant búið. Já, ok. En sko, ok, maður skilur kannski alkohólistar séu á móti þessu. En fjandinn hafi það, þú veist. Sko, rannsóknir hafa sýnt fram á sykur virki á líkamann, bara eins og dóp eða fíkniefni. Á að banna hann í búðum. Það var nú reynd. Nei, það var sett sykurskattur. Já, sykurskattur, já, ok, það er eitthvað. Það er eitthvað sem segir mér að ef þetta yrði leyft í búðir áfengi, að það er einhvers konar skattur bara á því eins og öllu öðru, sko, áfengisskatturinn. En þú veist, svo er það er alveg jafn greið leiðin í vínbúðina fyrir alkohólista eins og matvöruverslun. Þannig að, og ég nefnilega, sorry, bara þessi síða foreldrasamtök.is, þetta er svo mikið djók. Það er eitthvað rannsóknir. Þess ber að geta að notkun áfengis, þú veist, það er verið að vitna í rannsóknir hérna hjá þeim. Þess ber að geta að notkun áfengis meðal ungs fólks er vaxandi áhyggjuefni í Evrópu. Í rannsókn frá árinu 2011 leiddi í ljós að minnstakosti 2/3 á aldrinum 15-16 höfðu neytt áfengis að minnstakosti einu sinni á ævinni og helmingu greindur frá því að vera drukknir á lífsleiðinni. Þáttökulönd voru 35. Já, 30. Og þú veist, hver er niðurstaðan? Ég meina, er þetta ekki bara eins og Ísland? Það var allir... Var þetta Evrópa, sagður það? Já, þú veist, þáttökulönd eru 35. Já, þetta er bara eins og Ísland. Þú veist, hver er ályktunin? Ok, það hafa allir neytt áfengis. So what? Það er ekki eins og við séum fókt. Auðvitað er náttúrulega alltaf brot sem að hættir og allt er góð með það. Já, en þetta er náttúrulega, já, ég kem með mitt inn á þetta, skilur, þú veist að, flestir Íslendingar byrja að drekka örugglega á þessum aldri sem drekka, þú veist, 15-16, þetta er mjög svona algengur aldur og þú veist, það er ekki eins og við séum bara í ræsinu, sko. Nei. En En við erum á leiðinni á en sko ástæðan fyrir því að þetta má yfir höfuð vera, nei, það erum við ekki. Jú, kallið minn. Já, en ástæðan fyrir því að við getum, eða þú veist að heimkaup má selja þetta, er að sko
þetta er danskt fyrirtæki sem heitir Heimkaup APS selur, það er þeir sem selja áfengið Heimkaup er sem sagt dreifingaraðili og og þetta er sem sagt samkvæmt lögunum ekki, þú veist, bannað að erlend fyrirtæki selji til Íslands í gegnum vefinn. Einhver Evrópusambands reglugerð? Jú. Þannig að þú veist, þetta er löglegt, en hann kemur þarna fram, Árni Guðmundsson, og vill meina að þetta sé bara kolólulegt og hún er bara skylda til þess að kæra þetta, sem hann gerði. Ég veit nú ekki hvernig það kemur út, en þú veist, þetta er bara svo, hvar á þessi forræðishyggja samt að enda? Já, sko, burt sér frá henni, nú fara lýðheilsu riddararnir að stíga fram, hver á fætur öðrum, að tala að þurfa að taka út lýðheilsu okkar Íslendinga út af þessu. Leifið okkur bara ákveða þetta sjálf, fjandinn hafi það. Já, til með að benda á það að ríkisvæðing á áfengisölu hófst í Svíþjóð árið 1850. Og það var til að koma í veg fyrir, þú veist, ofneyslu og draga úr hagnaðardrifni áfengisölu. Þannig í grunninn er hugmyndin engin önnur en þessi svokallaða forræðishyggja. Akkurat. Og hugsaðir bara að þetta sé ennþá við lýði í dag. Þetta er ekkert annað, þetta er bara forræðishyggja og við erum ennþá að elta þetta. Og rennum aðeins yfir þau lönd í Evrópu þar sem að ríkið einokar áfengi. Vinompolitet. Er það Noregur? Ég held sér norska. Já, Systembolaget er í Svíþjóð. Ok, það er Svíþjóð, það er Finnland, það er Noregur, Færeyjar og Ísland. Og þetta er yfir þau lönd í Evrópu, svo er reynda Tyrkland, en þau svona tilheyra í raun Asíu að mestu leyti, eða Evrasíu, þú veist, og eru náttúrulega líka bara, þú veist, þannig land. Já, Erdogan bara, hún getur þátt í hug að gera þetta og þá gerist þetta. En þú veist, það er mjög algengt að múslimaríki, það sé bara bann við áfengi í múslimaríkjum, sko. Já, Tyrkland náttúrulega er það að einhverju leyti. En, sko, þú veist, og listin er bara hérna upptalinn, en svo getum við farið bara yfir þau lönd þar sem áfengi er á annar borð leyfilegt, þá eru örfá ríki í Bandaríkjunum og svo í Kanada þar sem að ríki fer með sölu á áfengi, sko. En þú hlýtur að sjá að þetta er komið gott. Já, fyrir löngu. Þetta er bara einhver svona forræðishyggju grunnur sem er ennþá við lýði og ok, tökum Danir. Þetta er þú veist, þetta virðist vera bara Norðurlöndin, nema Danir. Þeir eru búin að vera með þetta opið, einir á Norðurlöndunum. Og það er ekki eins og þeir séu í ræsinu. Lýðheilsu riddararnir munu stíga fram og segja að Danir sé að fara að herða. Það er eitthvað, auðvitað er alltaf allir að tala að herða þegar þú ert með. Danir er í 5. sæti OECD listans yfir bestu lífsgæði. Svo kallað Better Life Index. Þannig að það er ekki að sjá. Eitt, út hitt hjá lýðheilsu riddarunum. Það er ekki eins og þú sér það, skilu, það er ekki eins og áfengi sé að rýra lífsgæði fólks eða eitthvað, þú veist, Danir eru bara í toppmálum algjör þvæla. Ég vil bara tala gegn þessu og bara skammist ykkar sem að standið ennþá fyrir þessu, en eins og ég segi, þú veist, á sama tíma get ég alveg skilið fólk sem að þú veist, eru fíklar eða þannig, sko, en þetta er bara svo lítill hluti og ég sagði brot, það er kannski einhver prósent. Já, en það er ekki hægt að kóa með þessu, sko. Þetta er þú veist, eins og ég segi, vínbúðin og matvöruverslun stendur alveg jafn opinn, sko, sama hvort þú sett alkoholisti eða ekki, sko. Já, líka, þú veist, það er verið að taka skatt og gjöld af þessu, þá bara frekar fara í að styrkja forvarnir og annað til að hjálpa fólki að lendir í vandræðum. Ég teki heilsugur undir það. Já, en við setjum bara stoppfund, ég var að setja á föstudaginn eftir viku, samtök foreldra með áfengisauglýsingum. Þú getur stofnað það. Já, þú ekki. Ég er náttúrulega ekki foreldri, sko. Ætli þú getur ætleitt þig? Nei, ég myndi ekki fyrir þetta. Þú býður bara, þú kemur með seinna. Fyrir mér er þetta bara prinsipmál. Mér er alveg sama þó að verðið haldist, þú veist, inn í matvöruverslunum, sko. Bara, fyrir mér er bara prinsipið ekki vera að setja einhver boð og bönn á þetta. Nei. Punktur. Þetta er eldgömmul hugmyndafræði, eins og ég segi, frá 1850. Sammála því. Já. En það vil líði. Skammist ykkar. Já, en nú verður gaman að fylgjast með lýðheilsu riddarunum, stíga fram, tala lýðheilsuna, við erum á leiðindi fjandans, það er það sem við munum heyra. Heyrðu, ég var að fara yfir í dauðan, úr boðum og bönnum í dauðan. Sko, ég var að taka þetta í öfugri röð, á ég að taka milljónumæring vikuna fyrst, svo fyrir við arfhafana, ég var að byrja bara á... Taktu milljónumæringin fyrst. Ok, það er sem sagt hjartaknúsarinn. Fyrrandi, Leonardo Del Vecchio sem dó fyrir vikunni og ég var aðeins búinn að vera með augastað á þessu mógúl en hann er sem sagt annar ríkasti maður Ítalíu
Já. Og algjörlega self-made, nokkuð magnaða sögu og það hefur ekki farið mig vel að vera að þýða öll hérna góðu kvótin. Nei, yfir á íslensku. Já, svona í beinni, ég þyrfti að hugsa þetta, en það fylgdi þarna sögunni að hann væri rags to riches. Ok. Er það úr, eigum við að segja, rags? Er það bara úr slömminu eða? Já, svona úr rottunni í ríkidæmið. Já. Æ, við glemum sér. Heyrðu, þetta er okkar farvel kveðja til hans. Hann var sem sagt stærsti framleiðandi og seljandi, bara í retail, á glerugum, sólglerugum, frames, með 77.000 starfsmenn og 8.000 búðir. Já, takk fyrir. En hann er maðurinn sem stofnaði fyrirtækið Luxottica, segi ég. Ok. Ok, þannig að förum aðeins tilbaka, Leonardo, hann fættist 1935 í Mílan. Það kemur hérna fram að pappans hafi dáið fyrir fæðingu, en hann var street peddler á grænmeti. Já, bara svona... Peddler er bara ólöglegt, þú veist, hann var bara með ólöglegan bás þarna Já, þú meinar. Í Ítalíu, í kringum... Samt greinlega sölumaður. Já, og þeir, mamma sátti 4 önnur börn, hann var 5. barni hennar. Já. Og því miður þá þurfti að setja hann á munaðarleysingahæli 7 ára, því að hún bara hafði ekki fyrir því alveg upp þessa 5 manna fjölskyldu, þannig að þú veist, hann er eins og við segjum rags to riches, hann kemur ekki úr ríkidæmi. Og hann fylgir sögunni, hann var ungur byrjaður að vinna mikið í höndunum, hann var ansi segur í því, svona einhverju iðju, tengdist litlum græjum. Og þegar hann var 25 ára, árið 1961, stofnaði hann fyrirtækið Luxottica, sem varð veldið sem það er í dag. Og þá var hann að búa til sín svona parta í gleru. Hann sem sagt byrjar á því að hann er að setja saman glerugun og selja öðrum. Frames, er það ekki bara... Svona já, það vantar aðeins upp á lingo, ég hef náttúrulega aldrei gengið með gleru. En allavega, hann var hérna metal worker og svona fyrstum sinn var fyrirtæki bara í samsetningu fyrir aðra. Og svo árið 67 eða 6 ára setna þá byrjaði hann að selja full spectacle frame sem er væntanlega bara heil gleru undir eigin nafni. Og 4 mánuðir setna, 71, þetta er 10 ára gamalt fyrirtæki, þá er hann komin í svona contract manufacturing. Hann er byrjað að framleiða í meira mæli undir aðra sem heitir bara private label í dag. Og aðeins byrja að ganga betur hjá honum. Það er ekki talað tekjuvöxt hérna, en svo 74 þá tekur hann yfir dreifingafyrirtæki sem heit Scarron og þá er hann komið eigin framleiðslu og dreifingu og þannig er hann að færa sig upp á skaftið, maður sér það. Nokkrum mánuðum seinna opnar hann fyrsta útibúið í Þýskalandi og 88, þetta er svona stærsta mælstónið, hann er samning við Giorgio Armani. 88, þannig er hann hvað, fertugur? Er hann fættur hvað, 35? Já, hann er 43. Já, og fyrirtækið, já, þú mátt The Human Calculator, hinn mennska reiknivél. Nei, betur, það eru 88. Hann stofnar þetta 61. Já. 88, þá næði hann samning við Giorgio Armani. Já, þá er hann orðin eldri, sko. Hann er fættur 34, 88, þá er hann 54. Ok, wow. Heyrðu, þarna fer líka styttast í alvöru sprengjur, sko. Þeir fara nefnilega á markað árið 1990 og þá má segja að hann hafi hringt í Unu í bankanum þarna því að við tekur yfirtöku Havari. Þarna er Binni í bankanum ekki komið með hár á gattinn, sko. Þannig að Una er mætt og hann og Una kaupa semast ítalska vörumerki Vogue árið 1990, sama árið fara á markað og fjandinn er laus, sko. Þar á eftir kaupaði Persol sem var skófyrirtæki, USU Corporation 95, Ray-Ban árið 1999. Það er svona örugglega þekktasta vörumerki sem að fyrirfram hefði giskað að þetta væri bara, hvað getur við sagt, ástfóstur amerískra lýðveldisins. Já, gott ef ekki. Þetta er svona, þetta er klálega eitthvað svona sem að við köllum top of mind, sko. Já, og þetta var í eigu ítalska mógulsins Leonardo del Vecchio. Já, takk fyrir. Heyrðu, hann kaupir Ray-Ban sérst 1999 á $640 million. Svo 2 árum setna kaupaði Sunglass Hut sem eru stærstu sölustæðir á sólglerugum. Held ég bara í heiminum, þetta er út allt í Bandaríkjunum allana. Og ef þú og aðrir sem eru að hlusta haldið að hann og Una séu hætt árið 2001, þá skjallast ykkur. Því að hann og Una voru bara rétt að byrja. Tók yfir hérna OPSM í Sydney, Pearl Vision
Oakley sem eru líka glerugnamerki, mjög þekkt og það má eiginlega bara segja allan fjandann sko. Hann fekk banka með sér í lið núna, döðadag talið hann hafa átt 30% eftir í Luxottica 28% í Covivo sem svona franskur reytari Rate Real Estate hann var farin að fjárfæsta þessu bara 20% í fjárfæstingabankanum Mediobanca 3% í stærsta tryggingafélagi í Ítalíu og eins og ég segi, hann var sko annar ríkasti maður í Ítalíu númer 56 í heiminum alvöru völlur hann fór svo hátt hann var alveg velríkur á 6 börn sem eru að fara að erfa þetta og það fylgir hérna smá side story að sonur hans Claudio þegar hann var 25 ára kunni hann ekki staf í ensku ef það hefði sagt good morning við hann hann hefði ekki skilið Borgino og sem sagt okkar maður, Leonardo sendir hann til Bandaríkjanna 25 ára til að taka yfir Luxottica í Bandaríkjunum og sá gæi eiginlega ástæðan fyrir að fara á markað í Bandaríkjunum því þetta ítalskt fyrirtæki sem IPO-ar Bandaríkjunum og þá væntanlega var hann búinn að læra ensku hann learns on the go varð helviti segur náði að byggja upp veldið hann í Bandaríkjunum kannski var hann sem var að plotta þetta með Unu í bankanum allar yfirtökurnar en allavega honum fannst pappans alltaf horfa framhjá því sem hann gerði fyrir fyrirtækið og fannst pappans taka allan heiður af því sem hann hafði gert þannig að upp úr 2000 þá seldi hann sinn litla hlut á einhverja $50 million og tók upp Brooks Brothers sem að var og var ekki svona gallabuxna búð Fashion Company hann basically fór bara í sín eigin verkefni hægt að vinna, hann sleit sig frá föður sínum og fór eigin leið sko ekki gallabuxna, þetta bara fatamerki með $50 million árið 2000 það var ýmislegt að þetta gera við það á þeim tíma og svo sem í dag líka ef því að skipta minna í dag, meira vissulega minna í dag en það var svona sætur sko að elsti sonur hans þessi Claudio sem hann sendi, sem fannst hann aldrei svona fá þá viðurkenningu sem hann átti skilið hann sleit sig frá þarna fyrir einhverjum árum og fór eigin leiðir það eru 2 skemmtileg kvót eftir Leonardo fyrra ég sönnum þess að þú getur búið til pening á Ítalíu og verið heiðalugur og sama hvað googlar það eiginlega ekkert svona mob affiliated á hans nafni nei, það oftar en ekki með ríkt fólk frá Ítalíu sko það svona það vofir yfir það var kannski meira áður heldur en núna, ég veit ekki svolítið svona eins og þokan í Seyðisfirði sko hún kemur og það erfitt að losna við hana en svo fer hún skemmtileg líking hjá þér svo var hann líka með eina geggja og hún var það góð að ég ætla ekki einu svona þýðana hún eftirfarandi I don't like paying taxes but I like sleeping at night þetta sagði þetta reyndar í hvaða aðstæðum ertu þegar þetta í huga að segja þetta þetta reyndar punktur sko þú vilt ekki vera með skattinn bankandi hjá þér sko það er vesen I don't like paying taxes but I like sleeping at night þetta var skemmtileg þetta Leonardo Del Vecchio en fyrst að við erum nú farið að minnast á hana Unu í bankanum það hefur nú til með að kynna tilleiks alveg glænýjan samstarfsaðila sem við erum virkilega stoltir að fá að kynna og það er að sjálfsögðu Landsbankin og þau eru núna með þessar aukakrónur sem að við hefum verið að skoða og þetta er svona kassbakkerfi þar sem þú farið endurgreiðslu þegar þú verslar við samstarfsaðila þetta eru 250 aðilar og svo er einnig farðu endurgreiðslu af veltu kreditkortsins þannig að þetta er náttúrulega bara gargandi snild og þetta er það sem ég tala þetta er neytandinn hér kemur neytandinn inn þetta er það sem neytandinn vill þú veist það sem er stærst í þessu fyrir mig sko núna þú veist það er meðal annars Dominos ég fæ 5% afslátt þarna endurgreiðslu í aukakrónum tilbaka og endalaust annað af samstarfsaðilum þetta er cashback kerfi þannig að þú mætir með cash but you get the cash back er það ekki? Endurgreiðslu afsláttur, hann er allt upp að 20% þannig að þetta er bara sá sko þetta er neytandanum í hag nú eru aukakrónunar komnar inn í pingju hagkerfið við erum svona merger, við erum að vinna í því þetta er merger ég væri til að fá Unu í bankanum með okkur í acquisition að við acquireum Landsbankan en fram að því þá erum við saman í þessu hagkerfi og ég sé að Dominos er til dæmis 5% endurgreiðslu þarna þetta er bara fullt af fleiri það tengist allt Brynja Ísbúð, tókum við það ekki fyrir daginn jú og Joe and the Juice og
Eru þeir bara eld uppi aðli sem við erum búin að vera að tala? Já, það virðist. Nei, aukakrónar, þetta er alveg snild. Takk fyrir. En þá ert þú með hérna... Á ég bara verið hérna í runu döðans? Já, okay. Ég er í rauninni ekki með neitt mikið meira sko. Mér langaði bara að taka smá rand heimkaup og hérna þetta áfengis... Þú náttúrulega svo það kom frá, þú þolir ekki heimkaup? Nei, ég dýrka heimkaup. Ég myndi aldrei fara að segja annað. Grilla. En svo eins og ég segi, þú varst búin að banna mér að fara hérna nánar inn á verðbólguna. Ásgeis? Ásgeisbólguna, þannig að ég hérna... Já, ok, herðum, ég skal bara stökka mitt. Sko. Svo sem alltaf þetta kíkin á markaðina, það er frekar rauðu dagur í dag. Já. Allt nema ICR reyndar. Þeir eru hérna upp. Og þá er ég að tala þetta er náttúrulega tekið upp seint á 5. Þannig að það er náttúrulega annar dagur þegar þú ert að hlusta. Já. Kæri hlustandi, en 5. dagurinn, þá er ICR eina sem er upp. En sko, ég var hérna... Og ég hoppar að kæti núna, sko. Hann er að keyra þetta upp. Ég hérna er sko með topp 10 sem erðu auðin og aurin. Eina sem ég kemst að hérna er reyndar sko að töluna sem eru teknað saman er hvað eru metin á í dag. Þannig ég er ekki með að hvað erðu á þeim tíma. Hvað var hann metin á Ítalinn? Þú glemdur að segja það. Leonardo Di Vecchio. Komstu inn á það? Það væri gaman að vita hvað 6 börn hans er að fara að fá á kjaft, sko. Já, þú mátt reikna það. Býtu, tökum hérna Forbesaran. Net worth núna, hvað er þetta? Ég er svona peninga því skipting 27,3 B. 27,3, já. Það er svona 4,5 milljarður. Já, á kjaft. Á kjaft, já. Á krakka. Hann veldi daburt. Nei. Ég veit gæti ég ekki fengið meir hérna. En sko, nei, þetta er náttúrulega life-changing upphæð í svona tilfellum flestra, sko. En sko, til að hita þessu upp, þá tók ég hérna topp 10 sem að ert auðin og aurin og ég ætla að byrja á dýrum. Ok. Ég veit þú ert ekki hrifin að þessu. Ok, þú ætlar að taka dýrin. Þú varst að hugsa að flytja á Akureyri þegar bönnuðu lausagöngu katta. Ég veit það. Þannig að ég ætla að byrja hérna á, ég er að djóka, ég tek bara topp 3 dýrin. Númer 4, kötturinn Tommaso. En það var ítalska greifinjan og milljónamæringurinn Maria Assunta. Hún dó sem sagt, hvernig var þetta, 2017-16 og hafði sem sagt fundið hennar 4 ára gamla kött á götum Rómar. Og þegar hún var á dánarbeðinu, 94 ára, þá bað hún lögfræðingana sem var með að finna samtök til að sjá köttina að sér látinni. Það gekk ekki upp. Þú veist, hún var bara ekki sátt með það sem þeir komið með til þau. Og hún dó áður en það var list, þannig að kötturinn erði hérna að tala $13 milljónir og einhverja fasteignir. Hvert fara þessi peningar? Ég veit það ekki, ég hef ekki hugmynd, sko. Það er svona alltaf eins að spóla, það er hérna líka númer 3, einhver saga að Oprah sé að fara að erfa einhverja 5 hunda sínu pening, ég held þessi bullshit. Númer 2, það er einhver simpansi, þannig að, þú veist, fuck it, ég tek bara númer 1. Og eina sem mér fannst eiginlega skemmtilegt við númer 1 er, sko, þetta er hundur. Viltu giska hvað hann heitir? Nei, þú veist, þetta er svo heimskulegt að spyrja mig, ég geti verið hérna allan dag. Já. Snati. Gunther. Gunther? Já, ok, það veist, hann, já. Okay. Hann á að hafa fengið $80 milljónir, Þýskur Shepherd. 80 milljón. Já, þetta er, þú veist, maður á að sleppa þessu, þetta er þvæla. Auðvitað er þetta þvæla, ég meina þessi peningar enda alltaf bara... Þú veist, það er bara einhver eins og... Hvað enda þér? Bara grafnir hún í jörðinu? Nei, það er eitthvað bref hérna... Þetta er bara money heaven? Eitthvað bref hérna, Simmi lögfræðingur á síðan að sjá að hundurinn lifi góðu lífi og Simmi situr allt í vasan. Já, Simmi situr allt í vasan, sko. Þetta er bara money heaven. Heyrðu, topp 10 money heaven sem erðu auðin og aurin, bara til að vera með stuð, þá ætla ég að taka topp 3, en topp 10 eru notable names. Ég meina, Bill Gates talaði að sé að fara að erfa einhver auð. Reyndar samt er hann að setja held í 90 til 99% af öllu sitt í góðgerar. Já, þau verða samt milljarðamæningar. Já, á íslensku mælikvarða allavega. Já, svo voru þarna erfingjar eins og úr Mars Corporation, sem er önnur stærsta einkarekna, hvað getur maður sagt, private fyrirtæki í Bandaríkjunum, ekki á markaði. Já, þú ætti Mars-súkkulaðistykki. Já, private, unregistered, óskráða fyrirtæki. Já, óskráða fyrirtæki í Bandaríkjunum. Þau er ekki á markaði? Nei, aldrei verið. Næst stærsta óskráða fyrirtæki í Bandaríkjunum. Já, og það væri gaman að taka summary á þeim. Ég var nú með lítið móla fyrir í vikunni að helmingurinn á veltunni þeirra er komin í gegnum dýraafurðir í dag.
Já, einmitt. Dýra spítala og pet supplies og fleira. Þetta dýrafóður sko. Þess vegna náttúrulega Marel. Þeir eru búin að vera fjárfesta dóldi í þessu. Já, Vagnerinn. Já, sem að fer hann ekki með... Það var eitthvað dýradót. Já, það fer með stóran hluta framleiðslu bara í heiminum af þessu. Eða þú veist, nú ætti ég ekki vera... Nei, við skulum kynna okkur þetta áður við segjum meira. En allan að þetta er að hitna í dag, þessar dýraafurðir. Og þetta er náttúrulega, það eru bara allir konum með gæludýr. Fjandinn hafa. Já, bara annað hvað maður. Já. Allan á Íslandi. Heyrðu, þannig ég ætla bara að fara í topp 3. Give it to me. Og það eru Quant. Kannastu við Quant? It's a fucking Quant. Q-U-A-N-D-T. Kannastu við þau? Stefán og Susanne Quant. Nei, ég veit hvað Quant er. Já, þetta er ekki það. Nei, ok. En þetta eru erfingjar Herberts Quant sem tók við BMW árið 1954 og gerði það að luxusbílnum sem við þekkjum í dag. Já. Og það áhugaverða með sko, hún Susanne, ríkasta kona Þýskalands í dag, mammenar sem að Joanne eða eitthvað, erfingi Herberts, hún var 8. ríkasta kona í heiminum á þessum tíma, þvílíkt veldi og hún og sem sagt Stefán bróðurinnar tóku við þessu veldi 97 svo reynda deyr konan mamman 2012 og þau eru bara molduð í dag. Áhugavert með Susanne ég hef myndið verið að spáði hvað maður á að skýra dóttur sína og hún heitir Susanna Hanna Úrsula Klatten. Susanna Hanna Úrsula Klatten. Skemmtilegt. Þetta eru öll þau 4 nöfn sem að ég hef legið í dvala með. En eins sturlu staðarind með BMW. Þú veist, BMW varð vinsælt merki út af því að þau ákvæðu bara þú veist, þau hækkuðu verðið bara á einu tímapunkti, ákvæðu að gera þetta svona luxusbifrið og hækkuðu það í rauninni langt umfram framleiðslu kostnað sko. Og þá varð BMW, þetta er það sem ég man eftir í hagfræði tíma. Ég var nefnilega að segja, hvað heitir þetta törm áttur? Þetta er held ég það sem kallast Giffen-vara. Giffen-vara, þetta er rauninni svona, þetta er vara sem að sko eftirspurn eftir henni eykst því meira sem verðið hækkar. Þetta er rauninni gjörsamlega completely reversed við venjulegt markaðslögmál sko. Já, þetta er rétt hjá þér. Stendur sko hérna people consume more of as the price rises, violating the basic law of demand. Bara nákvæmlega það sem ég var að segja á íslensku hérna. Akkurat. og þetta er stórmerkilegt fyrirbæri sko, þessi Giffen-pæling og þetta var rauninni meðvituð ákvörðun hjá þeim að gera BMW að Giffen-vöru og það heppnaðist, en það er eitthvað sem segir mér að þú veist, það heppnist ekki á öllum. Það eru hér með eitthvað drasl sem kostaði ekkert að framlega og ég ætla að gera það ekki eitthvað dýrt. En það heppnaðist í þessu. Ég er ekki að segja BMW sér drasl samt. En þetta heppnaðist. Til lukku með það Herbert, ekki? Herbert var sá sem tók við, 54. Og Susanna Hanna Úrsula Klatten og Stefán. Já, takk fyrir það. Susanna Hanna Úrsula Berg Ingvadóttir. Já, sko, það sem er pínugalla við þessa samantækti er náttúrulega, það er bara tekið fram nettvor þeirra í dag. Þau systkinin er á 42 B. Já, þú sér það. Númer 2, John Macmillan Jr. Faðir hans stofnaði Macmillan og Cargill. Þetta er stærsta einkarekna fyrirtæki í Bandaríkjunum með 115 biljónir eða milljarða bandaríkjadollara. Og það sem er þá eða? Já, það sem er áhugaverðast við þau, það er mjög lítið fyrir þeim. Þau komu eiginlega aldrei fram opinberlega. John sem sagt er sá sem erfir þetta og heldur áfram að byggja fyrirtæki, svo eignast hann eitthvað börn. Og þau eiga bara heilu búkarana í miðvesturíkjónum og mikið að standa landi, fyrir ekkert fyrir þeim. Og ég held, ef ég var með réttar heimildir, að þau eru öll búin að stíga út úr rekstrinum og eru bara með þetta í umsjón. Þegar Macmillan og Cargill var saminað, þá klassuðu þessar 2 fjölskyldur að önnur vildi ekki fara á markað og tók hina yfir og hélt þess áfram private. Þau eru með 150.000 starfsmenn á heimsvísu. Já. Og það sem er svona aðeins var að veikja hann samanburð, einnig talin á 42 B. Númer 1, þetta er leiðilegasti gaurinn, Von Baumbach and Boehringer. Já, þú ert að taka það ekki núlifandi, þú veist. Jú, ég er að reyna. Því að náttúrulega Rockefeller, sko, börnin hans. Það er nefnilega framhaldið. Á núvirði í dag væri það slatti, sko, sem þau eru. Sko, það er framhald sem kemur kannski ekki í næsta þætti, en mér langar að taka fjölskyldurnar, old money, sem voru að erfa og hvernig þau glundruðu því frá sig. Því að þessi samantekt er í rauninni
þau sem eru með highest net worth í dag og í rauninni það að náða viðhalda því sko. Já. Og það þessi hérna meistari Hubertus von Baumbach. Þetta 137 ára gamalt þýskt fyrirtæki, annars stærsta lyfjafyrirtæki í Þýskalands og það ekkert meira. Hubertus okkar útskrifaðist úr MIT, bæði framkvæmdastjóri og stjórnarmaður. Já. Og metin á 42B í dag. Já, hvað þetta allt 42B? Já, það nefnilega sko öll topp 3 voru hérna 42B, 7, 3, 2 en bara svona skemmtilega sögur, líka magna 2 þjóður þarna. Það nefnilega merkilegt með hérna Rockefeller sko. Þetta náttúrulega, já, ég var að skoða þetta eitthvað áðan, það talað um að þetta sé virði 8 miljardar bandaríkjadollar í dag, þessi peningur sem að hann, með verðlag á sínum tíma með verðlag í dag þá átti Rockefeller var metin 150-200 miljardar bandaríkjadollar sko. Það talað um að 8 miljardar séu eftir að þessu á núverði sko. Já, hugsa. Þannig að alvöru rýrnun þar sko. Þannig að hérna, það hefur einhver verið að eyða, einhver neyslu pésið þarna. Og það alveg... Þetta náttúrulega, þú veist, afkomendar hann skiptur tugum hundruðum sko. Hans Rockefeller sko. Já. Veist, þannig að... En það nefnilega nokkra svona skemmtilegar fjölskyldur sem eru basically bara búin að glundra helvíti miklu. Já, ég held að ef þú ert með nafni Rockefeller í dag, þá ertu ekkert, þú veist, þú ert ekkert í slæmmálum. Þú ert í ömulugum málum. Herru, ég ætla að fá mér hérna skruf. Já. Ætlar þú að hnusa hjá mér? Já, gef mér smá hnus. Hvað sjá? Smá hnus. Herru, skruf. Það okkar seinasti samstarfsaðili hérna í dag. Síðast en alls ekki sístir. Nei. Og það er orðið á göðunum núna. Skruf sé farið að springa út. Aha. Þetta orðið bara, þetta hátt, þetta hvað sem hratt rísandi. Hvað ert að vinna í mörgum punktum? 5, ég í 5 punktunum. 5 punktum. Og ég sko farin að taka með mér alltaf auka til að gefa og hérna til að sýna það fram á gæðin. Þannig að hérna skruf stendur fyrir örlæti á latínu. Já. Það? Nei. En gæti gert það. En þetta hérna, ég veit nokkra vinir mína sem hafa tekið bara gjörsama uppbeygju í þessu leik. Komnir í skrufið. Og sko, loka liðurinn að í búið skruf og það heiti sá ábyrgi. Já. Í ásegningu þáttunum þá ég sá óábyrgi og hendi fram tölum og staðarendum með öllum fyrirvörum og nú erum við með sá ábyrgi í búið skruf. Takk fyrir það. Sjálfsög 18+. Og ég tók mér semst til og þetta átti að vera einfalt reiknidæmi sem ég klúraði þarna eða bara hendi fram óábyrgt. Ég að tala um ostapoppið. Já. Þegar ég var að skjóta á í síðasta þætti. Það var sennilega óábyrgast sem að þú hefur sagt í þessu þætti. Ég kemur óvart að Sigurjón sé ekki búin að hringja og hóta kveiki í húsinu sko. Nei, hann myndi aldrei gera það. Heyrðu, ég sló þessu upp. Verðið 248 krónur. Hvað hefur ekki okkur álagningin í heimkaupsi? 20%. Já, er það ekki svona retail álagningin, cirka? Þannig að heimkaup að fá þetta á 207 krónur með vask. Þú ferð ekki að fokka með vaskin sko, ég held honum minni. Ef þú fokkar með vaskin þá drep ég. Já, þá bara fokka ég þér. Heyrðu, svo vorum við með upplýsingar. Veltan 436 milljónir. 20% af veltu ostapoppið. Það gefur okkur 87 milljónir. Hér ætla ég að leika mér. Deili ég 207 í 87 milljónir. Þetta 422.000 pókar af ostapoppi. Poppókar á ári? Á ári. Já, það samt. Já, byttu fyrir þér. Það 35.000 pókar á mánuði. 8 ást á viku, 1100 á dag. Ekki ósannilegt. 1100 poppókar á dag, ætlum við séum að meðaltali. Ég kaupi þetta svona 2-3 viku sko. Ostapoppið sko. Heyrðu, magnið 100 gram í póka, það gerir 0,1 kíló. Sinnum 400.000 pókar. 42.000 kíló. Eða 42 tonna poppi framleitt. Já. Það athyglisvert. Ekki þetta þungt. Þetta bara ostapoppið. Þannig að það var hvað 20% sölu sagður? Já, samkvæmt fréttinni. Þannig að ef einhver óbyrgur þá það sá sem skrifaði þá frétt og lauga. Nú erum við að miða þetta við að heildsöluverðið á þessu sé 207. Já. Og ég meina með vask. Já, með vask. Já. En það bara til að vera ábyrgir því að það má ekki svindla vask hér á landi. En það má svona leiða að því líka með þetta sé eitthvað í kringu 1000 pókar á dag. Af ostastjörnupoppi. Já, þú sér það. Ef ég gerist aftur svo óábyrgi, Dr. Jekyll og Mr. Hyde sem 790 kall. Það voru konin í 459 pókað, þannig að þú veist, þetta eina skekkjumarka. Sér það. Sá ábyrgi í búið skruf. Takk fyrir þetta skruf. Já. En herðu, nú ætlum við bara svona að fara að loka þessu held ég bara, eða ekki? Jú, nú tekum við semst lítil smásaga
Já, nei, Nei. það er engin smá sáfæri loftið hérna. Við viljum bara að lokum minna ykkur að sjálfsögðu á Dýpin og Pingjan Já. og viljum enn og aftur minna á að það liggur smá í loftinu hjá okkur Pingjumönnum núna. Það styttist í það, ég vona að verði komið fyrir næsta föstudagsskaffi. Já, það getur gerst. Og það er okkar hvað segir maður? Það er okkar ásendingur að vera að koma með þetta Allavega fyrir áramótin. Við erum sem sagt að fara í samkeppni við Björgunsveitina að selja flugelda. Gleymum þessu. En við vonandi fyrir næsta föstudag þá munum við tilkynna þetta. Annars viljum við bara þakka fyrir góða hlustun í dag. Já. Og ég sem bara góða helgi. Við erum farið fyrir frí þangað til á þriðjudag held ég. Þriðjudaginn. Já. Ok. Góða helgi. Góða helgi.